Halldór, hann bara einfallega vildi ekki detta í dag, það fór ekkert niður og er það svolítið sem nagar af sjálfstrausti á liði þegar farið í fullar 40 mínútur? Já, við vorum reyndar að taka rosalega erfið skot í fyrri hálfleik og vorum mikið að pirra okkur á dómurum og liðsfélögum sem voru kannski að gera þetta erfitt en og það fór bara í hausinn okkur í seinni hálfleik og komast ekki tilbaka úr því. Það var bara skelfilegt að horfa upp á seinni hálfleik. Svo annað sem það hefur verið að glíma við, það hefur verið að vinna mjög góða sigri á heimavelli í vetur en árangur ykkar á útivelli er nú kannski ekki til að hrópa húrra fyrir það. Nei, það er alveg satt en og svo fyrir þessa leiki sem við spilum hér núna í þessu einvígi þá erum við að koma daginn áður svo það á ekki að há okkur neitt þannig nema það sé þá bara í hausnum á mönnum sem að verður þá bara að berja úr þeim eins og skot. Þetta gengur ekki svona. Ef við förum að ræða þessi undanúrslit þá eru 4 lið sem taka þátt í þeim og þeir eru eina liðið sem mætir til leiks. Já, án Bandaríkjamanns, er það að hafa áhrif hérna? Vantar einn sterkan atvinnumann í hópinn? Ég veit ekki hvort það vanti en hefðu við haft hann þá hefðu verið ofar í deildinu og væntanlega farið upp að mínum mati. Við erum með mjög sterkan Íslendingakjarna sem er alls ekki síður en hinum liðunum og ég held að það hefði sýnt sig hérna í þessari seríu að við vorum betri í fyrstu tveimleikjunum í 90% að ég held en það er kannski að hafa einn sem að getur kannski farið á körfuna þegar við þurfum körfu virkilega. Við erum ekki vanir því þessu liði strákarnir hérna. Endið þetta svolítið á lágunótunum, veistu eitthvað hvað sumarið ber í skauti sér fyrir Þórsara? Nei, í rauninni ekki. Vonandi bara höldum við saman mannskapnum og getum gert betur. Ég meina, þegar ég kom þá var talað það að það væri verið að reyna bara falla ekki. Við erum komin í úrslitakeppni, kannski vorum við bara ára undan áætlun. Þess vegna erum við að detta út núna. Frábært lið fannst mér, gaman að spila þarna og ég vona að þetta verði bara áfram á næsta ári.